að ræða þessum stöðluðu normaldreifinguna. En staðlaða normaldreifingin sem sagt eitt sértilvik af normaldreifingu sem hefur þetta einkenni að meðaltalið 0 og staðalfráviki 1. Fyrst við erum með þessar stærðir alveg fastar í stöðluðu normaldreifingunni, þá þýðir það að við vitum alveg nákvæmlega hvernig við getum fundið líkindi út frá þessari dreifingu. Vegna þess að við getum fletti upp með svokallari setatöflu. Nú, við táknum stöðluðu normaldreifinguna með seta og hún lítur út eins og hver önnur normaldreifing, hún alltaf þessi bjöllulaga, en meðaltalið núna alltaf í 0. Og ef við viljum finna hvað eru mikla líkur á að staðlaða normaldreifingin seta sé einhver ákveðin tala eða minna, þá notum við þessa töflu. Þannig að hugsum okkur til dæmis að við séum með töluna 1,37. Nú, þá getum við nota þessa tölu til þess að finna þessi líkindi sem ræðir með því að fara í þessa töflu og við hreinlega notum hana þannig að í fyrsta dálkinum þá sjáum við gildi á setu og hérna myndum við alltaf skoða fyrstu 2 stafina í setu, það að segja eininguna og fyrsta aukastaf, sem tugabrótið. Þannig að við förum hérna niður eftir töflunni þangað til við finnum töluna 1,3. Þá þurfum við að finna þessa 7 hérna og við finnum hana hérna í efstu línunni. Þannig að við förum út eftir efstu línunni þangað til við finnum 0,07. Og það sem að þessi dálkur og þessi lína skarast, þar getum við fundið þessa líkur sem ræðir, 0,9147. Þessi tafla aðgengileg í bókin ykkar, en hún líka víða hægt að finna hana á netinu og í alls konar bókum. En við getum þá tekið saman niðurstöðnar að líkurnar á því að seta sem minni heldur en 1,37 þessi 0,9147. En þá náttúrulega næsta spurning, hvernig getum við nýtt okkur þetta ef við erum ekki með staðlaða normaldreifingu? Og nú getum við til dæmis hugsað okkur að við séum með normaldreifingu, þar sem að breytan heitir x og meðaltalið í 3,2. Við vitum þar að auki að staðalfrávikið 1,54 og við ætlum að finna líkurnar á því að þessi dreifing taki gildi sem minna heldur en 5,31. Og til þess að finna þessa líkur þá þurfum við raun og veru að nota þessar upplýsingar, sem gildið á x, meðaltalið og staðalfrávikið, og varpa því yfir á þessa stöðluðu normaldreifingu. Og þá notum við þessa setuformúlu. Seta jafnt á x mínus meðaltalið deilt með staðalfrávikinu. Og ef við setjum inn bara þessa tölur sem við höfum, þá setjum við 5,31 í staðin fyrir x, við setjum 3,2 í staðin fyrir meðaltalið og 1,54 í staðin fyrir staðalfrávikið. Útkoman 1,37 sem akkurat tala sem við fengum hér. Og þá getum við nota það, við erum búin að finna gildi á setu, þá förum við í setatöfluna og fáum prósenturnar.